Herra Kristinn, ungviðin spurðu eftir gærdaginn. Hvernig var það að snerta Lúka? Það var bara skemmtulega leikur, skilur við. Gaman að spila á móti, þú veist, einum besta leikmanni í heimi og hann sýndi það hversu góður hann er. Hann getur stjórnað leiknum með alls konar hlutum og bara, þú veist, skotin sem var að setja honni, það bara hann geggjaður. Ekkert sem að, bara þið ráðið við, þú veist, þið eru eins og þú segir, að spila á móti einum besta leikmann í heimi og þú veist, hann er að gera ykkur hluti sem að þið hafa jafnvel bara aldrei séð áður, eða? Já, þú veist, þetta er svona, maður var kannski að reyna að forsa hann bara að taka, þú veist, erfiðustu skotin og hann gerði það svona að mestu leyti og Jón Axel gerði náttúrulega fáránlega vel á hann, sko. En hann hafði líka skorað, þú veist, 20 og eitthvað stig og heldum hann mundi meðaltalinu sín á mótinu, þannig að við gerum bara ágætlega á hann. Það var kannski þessir aukaleikarar sem svona fóru með leikinn fyrir okkur, sko. En ef við förum úr Lúka á þessum leik í gær bara yfir í svona mótið hingað til, en svona, er þetta að segja sáttir eftir töp, en hvað? Hvernig er svona Sko, hann náttúrulega bara frekar svona súrt núna, en ég held að þegar við förum kannski út úr þessu móti og inn í framtíðina þá hugsaum við kannski tilbaka og verðum mjög stoltir af okkur og frammistöðunni þess sem við erum búin að leggja í þetta og bara leikmenninni sem er að spila á þessu móti, þú veist, og liðin, þú veist, þetta eru engar smáþjóðir og mér finnst svona, þú veist, það er kannski aðalleikurinn sem situr í manni og okkur er þessi Belgíuleikur. En við höfum eitt leik eftir og við förum bara jákvæðir inn í það. Talandi það, Frakkarnir á morgun er komið upp leikplan og byrja væntanlega að skáta það og gera allar konstir? Já, þú veist, þeir eru náttúrulega með góða menn í öllum stöðum og við þurfum bara, þetta er kannski svona öðruvísi en annað að við getum kannski ekki, þú veist, verið rólegir í varnarlega og þeir eru náttúrulega mjög athletic og spila frábæra vörn, þannig að já, þú veist, þetta verður gríðarlega erfitt verkefni en bara spennandi. Takk fyrir þetta, Kristinn. Takk.